Velkomin í série 2 af Sólkakastinu. Í þættinum í dag eru 3 fyrirtæki sem eru að hjálpa mér að halda þessu hlaðvarpi uppi, en það er Mjöll sem er skartgripaverslun sem er með ótrúlega fallega handgerða skartgripi. Ef þú ert í trúlofunar eða giftingapælingum þá mæli ég með að kíkja á úrvali hjá þeim. Síðan er ég með hálsmenn frá þeim sem er svona sérhönnun, en maður getur sent inn mynd til þeirra eða texta og þau geta sett á hálsmenn fyrir mann. Þessi myndi er eftir Gunna og er lógóð í Sorgakastinu og það er hægt að fá það og styrkja minningasjóð Gunnars inn á mjöll.is. Meðvitund stúdíó hjálpa að dressa mig upp fyrir hlaðvarpið. Þetta er svo sniðulaust þegar maður langar að vera í fallegum flíkum en maður er kannski ekki alltaf að kaupa sér dýra kjóla aftur og aftur og værum bara sent til sín í næsta droppi. Svo langar mér að segja ykkur frá Kvan sem er fyrirtæki sem að býður upp á fyrirlestra, ráðgjöf, einstaklingstíma. Þau eru með alls konar námskeið en þú getur séð allar upplýsingar inn á kvan.is. Kvan er með rosalega mörg tæki og tól til þess að hjálpa manni í því að rækta sjálfan sig. Velkomin í Sorgakastið. Já, takk. Eigum við ekki að byrja bara á því að þú kynnir þig? Jú, Já. bara endilega. Ég heiti Sif og er 36 ára og ég er 2 barna móðir og gift og á hund. Já. Ætla að tala um hana Sunnefu mína sem er, var besta vinkona mín til margra ára. Hún lést 2023 eftir svona, má segja langvinn en samt sem áður svolítið skammvinn, veikindi. Hún sem lést úr heilaæxli. Einmitt. Krabbameini. Akkurat. Þetta er alltaf smá flókið að segja var er. Já, því hún er besta vinkona mín. Já, en einmitt. svona, já. Á ég að segja var, en þá er maður einhvern veginn sem að sé, stundum maður svona, er ég þá eitthvað að haldi ég einhvern veginn? Já. Á maður að tala í þátíð ekki, Já. sko. En já, mér langar svolítið að heyra, ég væri til að heyra ykkar sögu, bara Já. svona hvernig þið kynnist. Já, við kynnumst þess að í rauninni bara í grunnskóla. Ég kem í bekkinn sem Sunneva var í 5. bekk og í dag vorum við vorum svona, 7 bestu vinkonur með Sunnevu. Og vorum bara alltaf saman. Við bara, þessi hópur og við, það var svona hálfgerð systra samband, þessi vinahópur, sko, og en þetta í dag erum við bara mjög þéttur hópur. Það er alltaf eitthvað svona svolítið sérstakt við það þegar maður kynnist á þessum aldri. Algjörlega. Það er búin að gangi í gegnum svo mikið saman, svona þetta kelgjuskeið. Já, allt bara og og þekkjumst bara út og inn, sko. Og svo unnum við Sunneva saman líka, sko, og Já, ok. við vorum bara mjög mikið í svona sama geira í nokkur ár og þannig við þekkjum líka mikið af fólki, svona sameiginlegu fólki, fyrir utan alltaf, vinkonur okkar, og áttum bara líka mörg svona sameiginleg áhugamál. Bara svona rétt áður en hún veikist þá, sem sagt svona illa eða svona veikist mikið þegar þá vorum við í blaki saman og eitthvað svona. Já. Þannig við vorum pínu svona keppnistýpur báðar, sko. Já. Sem að gat líka alveg verið. Já, alls konar bara. Já. Og ég trúi því. Já, þannig að. Ok, og hvernig fréttið þú að þessu? Er þetta eitthvað sem hún segir þegar hún veikist? Já, hún veikist þess að 2015 og sama ár lést mamminar úr krabbameini. Ok. Þannig að hún fær þess að það hafi ekki verið cirka hálf ári seinna sem að hún fær greininguna sína eftir að móðurinn að lést, sko. Og þá kemur ljós að hún sé með heilaæxli og svona í kjölfarið þá fer hún í skurðaðgerð á heila og mér það var fyrsti Íslendingur, eða svo fyrsta á Íslandi sem að fór í gegnum svona opna vakandi heilaaðgerð. Svo merkilegt. Og henni fannst það náttúrulega bara mjög töff. Já. Þannig að hún fór alveg í 3 heilaaðgerðir og var alltaf mjög heilsuhraust. Það var ekki, hún var aldrei svona einhver sjúklingur. Og nema það 2022, hausti 2022, eða veturinn 2022, þá svona skyndilega veikist hún og bara svona
hvað maður að segja, þá fyrst svona, Fór maður að taka eftir. já, bara býtur við, þú veist, þú ert bara raunverulega með heilaæxli nánast, Já, sko, af því já. að einhvern veginn hafði þetta aldrei þannig séð, jú, auðvitað, þú veist, hún var alltaf búin að fara í sér aðgerðir og þurfti alltaf að ná sér eftir þær og fór í gegnum lyfjameðferð og geisla og hún þurfti að gangi í gegnum í rauninni alla þessa fasa sem að fylgir svo oft, þú veist, eins og með að, þú veist, missa hárið og vera á alls konar lyfjum og svona, já, alls konar breytingar sem eiga sér stað hjá henni. En hún var alltaf svolítið svona bara svo mikill kraftur í henni, eða skilju. Já, einmitt. Þannig að þetta var þess að sagði ég áðan svona langvinn skammvinn veikindi, Já. að því þetta svona Já. kemur smá eins og högg hérna í hausti 2022, þá allt í einu bara svo hrakar henni svona skyndilega. Já. Og það voru bara örfá mánuðir sem að í rauninni hún var bara virkilega lasin áður en hún Já. lést, sko. Einmitt. Gerist svona mjög hratt þarna í lokin. Já, bara Já. mjög hratt, sko. Og varð hún þá svona ólík sér, bara þá sem að maður fór að taka eftir? Já. Ok, hún er, Já, Já. hún alltaf, það sem gerist í rauninni er að hún svona lýsti sér svolítið eins og hún væri bara að fá heila blóðfall, svona misti Já. svolítið máttinn svona öðru megin og líka bara svona missir svolítið, hún væri svolítið svona, til að byrja með þá meina ég þá svona óskýr, kannski svona, skildi ekki alltaf hvað hún var að segja og svo svona kemur í ljós í rauninni, fyrst var sagt að það tengdist ekki krabbamein, en svo kom í ljós að þetta væri sem sagt, það væri bara búið að myndast 2 ný meinvörp í heila. Já, ok. Og sama ár þá var hún sko búin að fara í heila aðgerð og það leit allt vel út. Það er svona kom þetta svolítið svona eins og högg. Já. Maður bara, maður einhvern veginn nýbúin að fá fréttir að þetta væri, leit allt vel út Einmitt. og þannig að, já, og svo bara í rauninni bara hrakar henni frekar hratt þarna bara í desember, janúar og fer alveg á þann veg að hún hættir að geta tjá sig og Já, hreyft sig. einmitt, Þannig að einmitt. þetta var alveg mjög, Já. Og svona ótrúlega hratt að því síðan lést hún þarna í maí, hún lést 20. apríl. í apríl. Einmitt. Nei, fyrir ekki, hún lést 30. apríl. Ég ruglist alltaf það Nei, því að bara skil það vel. Það er bara, þetta fer allt í bara einn graut, Já. það er svona stórt áfall, það er bara Já. ótrúlega skiljanlegt. Já, einmitt. Ok, og hvernig, ef þú hugsar núna, bara svona vinkonuðina og bara fyrir allt þetta og hvað hún var fyrir þér, hvernig myndir þú lýsa henni, svona segja manneski? Hún var náttúrulega eins og ég segi, þú veist, þetta var svona, við áttum svona systrasamband, við gátum alveg rifist eins og systur, en við gátum líka verið bara, þú veist, hún var alltaf svolítið svona kletturinn minn Já. og hún var líka bara svolítið lími í hópnum okkar. Já. Þannig að hún var, og það sem var náttúrulega mest lýsandi fyrir hana var kannski bara þessi segla. Þú veist, hún var bara gegnum öll þessi veikindi og líka bara móðumissir sinn, var hún alltaf einhvern veginn svona, hún var alltaf svona hughreyst á okkur hinar. Þú veist, sem var svolítið svona stundum, ef maður hugsa eftir á, svolítið magnað, þú veist, Já, að hún var að glíma við þetta, en einhvern veginn var hún alltaf svo sem hrist okkur einhvern veginn upp og bara, herri, höfum bara gaman og þú veist, höldum bara áfram og og hún var algjör svona gleði pinni, sko, og við bara, það var alltaf einhvern veginn, maður vissi einhvern veginn alltaf ef maður var að fara að gera eitthvað með henni að það yrði gaman. Já. Og Eitthvað það er fallegt. já, algjörlega. Og svona alltaf líka svona típa sem var sko, hún var alltaf tilbúin að gera allt fyrir mann, eða þess að, þú veist, ef það var kannski einhver svona, herri, getur einhver komið og hjálpað mér að gera þetta, eða þá var hún alltaf mættust, Já. þú veist, og samt sem maður oft í kannski verstu stöðinni, bara hún var einstæð móðir og Einmitt. ekkert alltaf með pössun og samt einhvern veginn kom hún alltaf og hjálpaði manni, eða þannig að hún var svolítið svona, eins og maður segir, mjög ósérhlífin og mjög svona, já, bara eiginlega bara ótrúlega mannskja. Hljómar alveg þannig. Alveg Já, 100%, hún bara ótrúlega svona stór karakter og einhvern veginn allir sem að maður þekkir
og þekktu hana, það bara tala allir vel um hana. Það Já. bara, þetta bara svona manneskja sem allir hugsuðu bara, já, Svona lýsir upp herbergið. lýsir upp herbergið Já. og bara svona, og svo var hann líka bara óslega fyndin og klaufsk, þannig ég svona minnist, við áttum alltaf regluleg svona hláturskost sem er bara svona okkur verka í magan, og hún er svona eiginlega svona eina manneskjan sem ég átti svona hláturskost með, þannig að þetta var svona, ég gæti hlegið endalaust af henni, bara svona... Já, eitthvað svona sem hún var, einmitt eins og að segja, bara eitthvað svona hrakfalla. Já, svona klaufsk einhvern veginn og bara svona, en samt ekki, þetta er ekki svona, klaufa detti eða eitthvað svona, bara svona, já, við bara gátum hlegið á okkur annari, það má bara segja þannig, þannig að það var bara svona, bara svo skemmtileg. Og hvernig af því að núna, er ég búin að spá í þessu svolítið svona, með það að missa vin eða vinkonu, þetta er svo ólíkt í að missa úr fjölskyldu, þá aðalega held ég hvernig aðrir koma fram við mann. Já. Sem sagt manneski sem var að missa, af því að í rauninu held ég að sé frekar líkt að missa einhvern í fjölskyldunni, af því að sérstaklega maður er rosalega náin og sumir eru nánari vinum sínum heldur en fjölskyldumeðlimum og maður á náttúrulega bara alls konar sambönd og allt það, en ég get ímyndað mér að fólk komi kannski samt öðru sér fram við mann, já, maður svona ef ég hugsa, ég var að missa, ef ég myndi segja kannski við vinnuveitanda, ég var að missa vinkonu mína, það er ekki eins og að segja að ég var að missa ég veit ekki, systur mína, eða eitthvað svona það hljómar ekki fyrir öllum eins. Nei, og það var eiginlega eitt af því sem var pínu erfitt í sorgarferlinu. Ég trúi því. Ekki það, ekki það að maður sé eitthvað reiður út í einhvern, en maður upplifði samt svona eins og fólk skildi ekki alveg hversu nánar við vorum. Akkurat. Og erfitt að vera eitthvað að reyna að sanna já, það alltaf, til þess að fá fólk til þess að skilja. Algjörlega, maður fann svona stundum, já, ég upplifði alveg þetta, ég var svona alveg, eins og ég þyrfti að segja fólki bara einhvern veginn frá okkar sambandi til þess að fá, ég veit það ekki, stuðningin sem ég þarf eða eitthvað, og en svona það sem kannski gott í þessu slæma er náttúrulega við vorum vinkonunnar saman og gengum í gegnum þetta saman og sem að þannig að maður hafði alltaf einhvern veginn stuðningin og skilningin og þannig að við gátum svona stutt hvora aðra í þessu öllu saman og síðustu vikurnar í lífi Sunnevu var hún á líknadeild og við vorum að skiptast á að fara til hennar og vera hjá henni og vorum líka stundum saman hjá henni og maður fann rosalega mikið stuðning bara í því en svona út af við mitt þá leið mann stundum eins og maður þyrfti svona að öskra. Þetta var mikill missir fyrir mig, Já, en, ég trúi því, það var rosalega vel. Og þetta er bara, einmitt, minnst þú vera ekki svolítið að svona koma með svo góðan punkt inn í þetta og það er eiginlega eitt af því sem ég langaði líka einmitt að koma aðeins á framfæri, ég er alls ekki að segja að, en það er bara einmitt þetta, bara, hvort sem þessi vinkona eða hver þetta er, gæludýr þess vegna, bara fólk með svo mismunandi sambönd við, já. Og bara sorgin er einmitt, Einmitt. Þetta er alveg flókið af því að að því maður getur alveg ímyndað sér að fyrir suma er að missa einhvern og eins og þú ert að lýsa bara æsku vinkonu, það er svo ótrúlega stór partur á manni og þetta svona einmitt ég er að tengja svo mikið við það sem þú ert að segja, bara eitthvað svona að eiga manneski sem að maður er bara skilur mann einhvern á svona á þannig hátt að maður bara getur hlegið bara endalaust, það er eitthvað svona ótrúlega einstakt í þetta samband og að missa það er alveg risastór missir og það er ótrúlega örugglega skrítin missir einmitt, af því að þetta er svona og hversu mikið má ég á ég að stíga inn í og aðstoða hversu mikið, alls konar svona í þessu og kannski bara bæta við að eins og til dæmis að því að maður var ekki með hann okkur eins að degi að þá kannski upplifir maður ekki þann missi, að vera einhvern veginn, það vantar alltaf eitthvað í herbygginu eða þannig en það er svona það kom svona og er ennþá í dag, það eru rúm 2 ár síðan hún lést og það er ennþá svona moment sem að ég var kannski í eitthvað svona
með henni áður sem var svona, þá hellist svona yfir mann bara, já, þú veist, svolítið erfitt að útskýra þetta, en já, bara eins og daginn var ég uppi í sumarbústað með börnunum mínum og eitt af því sem við Sunniva áttum svona sameiginlegt var að við elskuðum að hlusta á og öskur syngja með Celine Dion. Já. Og við áttum svona mörg mjög góð moment bara í gegnum árin þar sem við bara gerðum það, settum bara á öskur sungum og var eitthvað upp í bústaði mitt og kom lag með Celine Dion. Já. Og þá bara svona helltist yfir mig söknuðurinn og ég svona útskýra fyrir börnunum mínum að þetta væri lagið okkar og þá kom eitthvað svona sterk minning okkur tvær upp í bústað að öskur syngja, skilju, þetta er svona, já. Kemur nefnilega í algjörlega, það eru svo margir sem lýsir sig sem svona öldum. Já, algjörlega. Það kemur svo yfir mann einhvern veginn. Það er svona eitthvað sem að, þú veist, getur verið bara lykt eða, þú veist, eitthvað sem maður sér eða eitthvað sem maður heyrir og maður bara tekur mann algjörlega tilbaka. Maður kannski heldur alltaf að maður sé komin á annan stað, heldur að maður raunverulega er eitthvað svona, já, ok, þetta er ennþá svona sárt. Já. Og kannski það einmitt af því að maður var ekki með hverjum degi þá líður mann alveg, eða mér leið lengi bara eins og væri bara heimi á sér. Já. Og ég væri alltaf bara að bíða eftir símtalinu. Já. Það hefði bara aldrei gerst og algjörlega. En svo með tímanum þá svona, já, ok, þú veist, þetta bara í alvörunni gerðist. Það voru margir sem töluðu þetta sko með Gunna okkar að þú veist, fyrir þeim, við vorum í sorgin á hverjum degi en fyrir þeim þá, þú veist, fóruðu kannski heim til sín, svo komuðu til okkar og þá var það svo hrikalega erfitt fyrir þau, að því þá kom, þú veist, allt, auðvitað er maður kannski meðvitaður það þegar maður fer, þú veist, út úr húsinu, en ég finn þetta sjálf þegar ég fer til útlanda, að þá bara líður mér stundum eins og, þú veist, þetta hafi ekki gerst, og ég bara svona eitthvað, já, ok, þú veist, svo kem ég heim og það hefur verið erfitt fyrir okkur Magga, sko, að koma heim, að því að þú veist, þá er maður einhvern alltaf að koma í þennan raunveruleika og maður gleymir þess ekkert og maður finnur fyrir því útlöndum mann sé ekki með sko, sérstaklega við erum fjölskyldan en maður svona samt verður svona smá eins og maður sé einhver annar veruleiki þú veist, eitthvað svona þetta er bara það sem er og síðan kemur heim og er herbyggja hans og dóta, skilurðu, þannig að það er svona þessi svona aftenging einhvern veginn sem að verður stundum sko. Svona, ég velta alveg fyrir mig hvort það hafi verið eitthvað svona pínu svona coping mechanism hvað stólurum mér í Íslandi íslensku hvað heitir það? Já, bara svona eitthvað svona bjargráð bara í sorginni þú veist að þú veist svona einhvern veginn loka á þetta þegar ég var ekki í einhvern veginn umhverfið sem tengdist henni eða eitthvað Nei, og líka bara leið fyrir heilan og bara okkur sjálf, þú veist, við verjum okkur. Já, ég er að segja svona ómeðvitað, akkurat, að við bara fáum pásur, af því að þú veist, það getur engin verið leiður allan sólarhringinn, þú veist, allt lífið, það er bara heilin þarf pásur, sko. Algjörlega. En ég spáð mikið líka í þetta með svona tækni að því þú varst að minnast á, þú veist, að bara býða eftir sko símtali. Mér finnst þetta svona smá merkilegt með að núna getum við, þú veist, skoðmyndir af fólki sem og myndbönd og mann líður eiginlega næstu eins og maður sé, þú veist, á staðnum og svona hvað þetta er skrítið fyrir heilan að einhvern veginn geta svona næstu fara aftur í tíman og þú veist, heyrt röddina og allt þetta. Hvernig ertu með, þú veist, eins og allt þetta á netinu, þú veist, Snapchat og þú veist, símanúmer hennar og allt svona, þú veist, ertu með allt bara ennþá inni? Já, eða þú veist, ég er náttúrulega bara með hennar svona samfélagsmiðlar eru ennþá til og ég eitingu úr símanu með hann eitt sko. Ég gerði alveg svona fyrst að kíkja stundum á gömul samtöl. Já. Því við tókum stundum svona voice eða svona upptökur og mér fannst gott að heyra röddina hennar en svo kom tímabil sem ég gat það ekki. Já. Og þú veist, ég var bara svona, þurfti smá svona að fjarlæga mig frá öllu sem myndi mig á hana. Já. Svo fór ég aftur í að, þú veist, þurfa nálgast hana. Þú veist, að maður fór alltaf fram og tilbaka. Já. Og, þú veist, til dæmis er eitt lag sem að ég hef ekki ennþá getað hlusta á, sem var sérst flutt í jarðarförin hennar. Af annari góðri vinkonu minni og þetta lag sérst var eiginlega gefið út bara akkurat þegar hún lést og
og vinkonum minn kemur og frumflytur það í rauninni í jarðarförinni og það til dæmis eitthvað lag sem ég get bara ekki hlusta á aftur sko, jú, örugglega en ekki gert það hingað til en svona minningar sem að spretta upp stundum, ég mjög reglulega að fá svona Facebook minningar svona það sem hún sett eitthvað á veggi minn fyrir 8 árum með eitthvað skilur og mér finnst það æðislega gaman sko, mér finnst það bara svona, ég hlæ alltaf að því eða finnst það bara góð áminning og en svo kannski hlutir sem að svona koma mér á óvart eins og daginn var ég eitthvað að sæna mig inn á eitthvað e-mail og allt í einu poppar upp hennar e-mail, þá var ég ekki alveg með það eins og ég gæti farið inn á hennar þá hafði ég eitthvað hún gert það, eitthvað svona hluti sem ég bara svona okkur er e-mailið hennar hérna, eða svona ekki opið bara en þannig ég er ennþá svona stundum bregður mér þegar ég fæ svona minningar hana svona óvæntri átt í rauninni svona öðruvísi en bara einmitt og það kemur svona upp þessar minningar á Facebook einmitt maður er svona orðin vanið því ég sko þoldi ekki, það var sko nýkomið fítusinn á Facebook þar sem að kemur hérna then and now það var alltaf komið hjá mér og ég var að trillast á þessu núna er ég orðin vöni af því að bara maður búin að sjá þetta aftur sko, en ég var bara þetta komanda bara svona stuttu eftir minni mig eða þetta allavega ég með svona sterka minningu þegar ég sá þetta í fyrst skipti eftir hún var dáin sko, ég bara þetta var eitthvað svona mjög óþægilegt þetta er trigger svona þetta er það, og einmitt tengi mikið við það sem þú ert að segja með að geta hlustað, geta skoða myndir og síðan geta ekki í einhvern tíma og síðan kemur aftur tímabil þar sem maður bara svona ég fyrir mitt leyti, ég þarf að svona setja mig í stöðu þú veist, það er eiginlega það að ég var að skoða rosalega mikið í byrjun og hlusta mikið á einmitt, þú veist, eitthvað svona, þú veist, út í hann var að taka upp síma minn, sko, og kannski syngja eða eitthvað, og ég gæti hlusta á það og síðan bara algjörlega þurfti ég pásu frá því og síðan þegar mig langaði að gera það aftur, þá svona komu nokkru dagar, svo bara aftur, þú veist, þetta er svona eins og maður þurfi að svona fara inn í þetta, það er svo hrikalega mikið sorg sem kemur með því að heyra og einhvern veginn, maður fer svo mikið aftur í tíma bara við vorum að tala um þetta eða við vorum að gera þetta algjörlega kom svo mikið af minningum með og þetta er þetta líka eins og ég sagði áðan, þú veist, sumt af þessu er kannski eitthvað svona varnarviðbrögð hjá manni að bara eitthvað, herri, ég hef ekki tíma í að syrgja núna eða eitthvað svona sem hljómar óslega fárlega sko en svo koma moment sem að eru líka bara óslega eða svona rosalega hvað segir maður, dýrmætt eins og bara ég man eftir einu skipti og var ég að keyra var á leiðinni í hvort það hafi ekki verið leiðinni í eitthvað próf eða eitthvað svona, eitthvað sem að var að valda mér einhverju streitu sko og er svona að nálgast skólan þá kemur lag í útvarpinu sem að ég hef ekki heyrt í útvarpinu í bara, veit ég hvað langan tíma sko sem var með eitt af lögunum okkar og var líka spilað í jarðarförinni og ég bara þarna þurfti ég á þessu að halda þú veist að fá svona eitthvað stuðning að ofan eða þú veist eins og ég uppvita þá skilji mér varst það bara svo mögnu tilviljun og það var svona gott eða svona einhvern veginn en svo koma kannski moment sem að eða komu, ég reynda kannski aðeins búin að svona komast yfir margt en og þannig að það er eins og ég sé það er mismunandi hvernig þetta algjörlega, skellur á mann stundum er þetta bara svo fallegt og í dag finnst mér mest af þessu mjög fallegt þú veist og ég er mjög þakklátt fyrir þegar fólk minnist hennar í kringum mig og talar um hana og að ég bara skil ekki af hverju við erum svona hræddum að tala þú veist, tala um fólkið okkar sem við höfum mist og af hverju þetta er svona ennþá þannig að fólk sé af því að sko, við erum komin svo miklu lengra og við erum, þú veist, sem samfélag vanar því að tala um erfiða tilfinningar og allt þetta og ég hef ennþá ekki hitt manneskju sem hefur sagt bara, ég vill ekki að sé minnst á ennan einstakling en við, þú veist, það er auðvitað til einstaklingar sem vilja alls ekki að maður nefni einstaklingin sem þau hafa mist en lang flestir vilja að maður sko nefni og segi minningu eða segi frá einhverju eða spyrji mann já, lang flestum finnst það bara ótrúlega
dýrmætt og þykir vænt Já. að bara mega einhvern veginn, Mhm. manni líður sem að sé svona aðeins að halda þeim bara með manni. Algjörlega. Stundum bara halda þeim á lífi með því að Já, fá að deila. algjörlega. Og Sunneva í rauninni kenndi mér svolítið þetta, af því að þegar hún missti mömmu sína, þá talaði hún sérstaklega um þetta. Að hún upplifði pínu eins og fólk væri hrætt að tala um mömmu sína, Já, þú veist, og vildu einhvern veginn, já, bara svona smá eins og fólk væri, já, bara hrætt við að koma henni í ójafnvægi eða uppnám eða eitthvað slíkt, en hún var svo alls ekki þannig manneskja, hún, þú veist, gat alltaf tala um allt og vildi frekar að maður myndi tala um mömmunar, bara einmitt út af þessu, þú veist, bara svona tala um hana og minnast hennar og þannig að ég alveg var reynd að venja mig á það, þú Já. veist, en sama tíma, þú veist, vissi ég ekkert hvernig ég átti að nálgast þetta, nei, en svo missi ég Sunnevu og þá skil ég þetta betur. já, þetta er nefnilega þannig. Já, þú veist, það var ég bara held eitthvað, já, nú skil ég þig betur, þú veist, af því ég þrái eiginlega bara stundum að fólk tala um hana, sko. Ég veit Og það. sérstaklega, þú veist, eftir hún lést, þá var ég bara, líka ég langaði mig bara að skrifa utan á mig en að spyrja mig um Sunnevu, þú veist, bara, Akkurat. sem er útrúlega skrítið, en, eða, þú veist, nei, kannski ekki, en ég, Ég bara, þú skilur ekki hvað þessu oft ég hef verið bara í einhverju, Já. þú veist, fótsnirtingu og eitthvað og verið bara eitthvað, sko ég misti strákinn minn og síðan eitthvað og byrja bara eitthvað svona traumadrampa bara hana í fótsnirtingu bara að segja frá öllu af því ég bara stundum, sko Já. hefur það bara verið þannig. Mhm. Minna núna, ég minna þessu Já, við ókunnegt einmitt. fólk er ekki Einmitt. ekki að segja þetta svona bara út á götu, Já. en bara það er alltaf ótrúlega dýrmætt að fá að tala um þau. Já, mér fannst svo gott, eða gott, ok, maður er alltaf svo, þessi orðalag. Ég veit en að maður vil segja þetta svo rétt. Já, þess að, mjög góð, samstagskona mín, var að missa bara núna í síðustu viku, bara mjög nákomna frænku, bara jafnaldra frænku og hún kemur síðan í vinnu og hún segir svona, það var svo skrítið þegar ég fór út í búð, þú veist, mér leið svona eins og þegar ég var nýbúin að fæða barn og allir ætti að vita það, Já. eða svona allir ætti svona, þú veist, bara, veist ekki Já, hvað var að gerast í lífið mínu, þú veist, þetta var svona, algjörlega. og ég bara svona, þegar hún var að segja þetta, ég var bara, vá, hvað þetta er nákvæmlega sama tilfinning og ég var með, ég bara, þegar ég eignaði spatt fyrst manni, að ég var bara eitthvað, halló, veit ég ekki að ég var að, Skiljiði hvað ég var að já, gera. veit ég hvað ég var að gera hérna, sko, og ég var að fæða barn og en svo bara einmitt þetta sama, veit ég ekki að ég var að missa bestu vinkonum mína, þú veist, allir ekki að, skilja svona, Já, svo skrítið akkur eru þið bara eitthvað að hafa eitthvað eins og lífið sé bara venjulegt. akkurat, þú veist bara, af hverju er lífið bara að halda áfram eins og ekkert hafi gerst. Ég bara, sko, ég er ekki að grínast, í marga mánuði, Já, þá var ég sár yfir því að fólk, sko, þú veist, var bara að setja í story. já, einmitt. Bara, akkur eru þið bara að setja eitthvað í story, ég er búin að missa barnið mitt. Já, Og ég veit, ég veit það Nei, þegar ég segi þetta, þetta er mm. fáralegt. já, En maður er bara, þú veist, manni finnst bara, líf mann sem náttúrulega Já. bara búið að stoppa smá. Og síðan heldur allt áfram og það er svo skrítið. já, Maður er bara, veitu, hvað meinið að þú ert bara eitthvað, fá mig kaffibolla já, eða eitthvað, þú veist og bara, hvernig dettur þetta í hug? Já, og sko, ég er svona man eftir því líka, þú veist, að því að ég, þú veist, það hættu allir að senda mér alls konar, þú veist, vinkonum mínar og allir svona sem voru búin að vera að senda mér, þú veist, eitthvað svona fyndið, þú veist, á Já. Instagram eða bara Snapchat eða eitthvað, skilur, Já. allt var bara tómt, þú veist, það var náttúrulega já. bara þetta, þú veist, ekki tómt heldur, fólk var að senda mér auðvitað mjög Einmitt. fallega hluti og samúðarkveðjur og svona, en allt svona þetta venjulega, það fór já, í einhver tíma. já, einmitt. Þú veist, það voru allir svo bara auðvitað svo hræddir við hvernig og Já. hvað þeim máttu segja og einmitt eins og ég var þarna Já. og svo viðkvæm það að ég Já. er örugglega Bara ekki hvað- tekið vel í snapp sko. Nei, eða eitthvað fyndið, já, einmitt. Einmitt, eitthvað fyndið á netinu, Já. það hefði ekki verið vinsælt sko. Nei. Þetta er nefnilega, já, og einmitt, þetta er, ég hugsa alltaf um þennan tíma eins og ég hafi bara svolítið mist bara framheila minn, sko. Ég bara svona misti pínu rökhugsunina og Já. dómgreindina mína bara Já. nánast, sko. Maður Og, verður náttúrulega líka bara svolítið svona minnislaus, maður man ekki neitt. já, maður man ekki neitt og var ég myndi að reyna að rifja upp þennan tíma og ég alveg bara svona, ég man rosalega lítið eftir fyrstu dögunum. Ég man rosalega daginn sem hún lést Já. og man nánast bara, þú veist hvað ég borðaði morgumat þann dag, sko, en svo bara man ég ekkert bara dagana fram að Nei, jarðarförinni. nei, Þú veist, ég bara svona,
hvað gerði ég, þú veist, gerði ég eitthvað, talaði ég við börnin mín eða þú veist, talaði ég við eitthvað, þú veist, ég bara man ekki neitt. Og svo verður maður líka bara svo, ég vil bara meina að maður verður bara hálf ruglaður, þú veist, eins og þú tala þú veist, ég var líka bara reið út í eitthvað ótrúlega furðulega hluti. Já, það bara svo mikið reiði Já. og svo mikið sorg og það er svo margar tilfinningar í gangi og mann langar svo að setja það eitthvað en þú veist, það ekkert. Nei. Og ég var líka bara með svo bilaslega mikla ást. Já. Ég var bara, þú veist, hvað ég gera við alla þessa ást. Ég var náttúrulega með Pálmar og Magga og allt þetta fólki í kringum mig, en ég fann það að ég var bara, hvert ferull þessi ást sem á að fara til hans. Já, ég get ímyndum mér að það hafi verið mjög erfitt. Já. Og bara, þú veist, einmitt, ég held að þetta gangi gegnum barnsmissir sé bara eitthvað, þú veist, ekki það að maður eitthvað að vera, en þetta bara, já, ég held að... Já, þetta bara eitthvað sem maður vill ekki þurfa að ímynda sér. Nei, og ég bara held ekki að sé líka bara eins og maður segir, að reyna að verja mig bara fyrir því, að reyna ekki að hugsa það, sko. Nei, og ég held að það sé bara fínt, maður á ekki að fara... Nei, en auðvitað, þú veist, getur maður aldrei undirbúið sér fyrir rauninni neitmissi, kannski, eða svona, eða maður veitir raunin aldrei hvernig maður bregst við í sorginni eða... Akkurat. Þannig að... Og ég hef reynt að hugsa þetta, þú veist, þegar fólk að hugsa að sé hrætt við að segja vitlausa hluti og svona, þú veist, ég hef reynt að hugsa alltaf ef að fólk segir eitthvað sem að, manni finnst óþægilegt eða erfitt að heyra eða hvað það er. Og svona í staðan fyrir að láta það fara í taugarnar á mér eins og ég kannski gerði fyrst að þá ég reynt að hugsa bara hvað sem manneskir heppin að vita ekkert hvað er gangi gegnum bara þekkja ekki sorgina að því það er bara rosalega næs þegar lífið er þannig. Já, einmitt, þetta er kannski góð leið til að glíma við svona alls konar en það er nefnilega það sem að kannski eins og ég segi, ég bara hálf kunnit ekki áður, skilur, ég vissi ekkert hvernig ég átti að haga mér í kringu fólk sem var að missa Ég bara maður fara að hugsa bara hvum góður hvað ég hefði geta gert meira þarna ég var að hugsa það akkurat, sko, eftir á bara og ég vissi ekkert hvað ég var að segja og gera sko. Já, og ég held að flesti leiti mitt í akkurat áttina að reyna að gera sem minnst ekki reyna að gera sem minnst, heldur svona að halda að það ég að gera sem minnst en ég í dag finnst mér ég hugsa þetta allt öðru í sig og ég frekar kýs það að segja ég samhryggist þér í staðinn fyrir ekki eða skilur hvað við þó svo ég þekki mannskinu kannski ekki rosalega mikið en ég allavega held eins og þú sagðir áðan að flestum þykir vænt það að heyra. Ég lendi líka í því bara núna daginn ekkert fyrir svo löngu að fyrir samstarfskona Sunnefu ég semst byrja að vinna í skóla barnanum minna og hún kom til mín svona og alveg bara, ertu ekki vinkona Sunnefu? Og ég var bara eitthvað, vá, takk, bara takk fyrir að koma upp að mér og tala að þú hafði þekkt Sunnefu. Þú veist, það var svo mikil óþarfi fyrir hana, skilju, og hún þurfti ekki að láta mig vita því, en ég var bara, vá, kom ekki vænt þetta. Já, það er bara ótrúlega, já, og líka segja upp átt frekar, ef þú ert að hugsa það, sko. Þú veist, ég hugsaði bara, vá, og geta sagt líka bara börnunum mér bara, hún þekkti Sunnefu og skilur þú veist átti börnunum mér þekkti náttúrulega Sunnefu og bara svona ég held allavega að ég hefði alltaf bara alveg frá fyrsta degi þótt væntum að fá svona komment þú veist, svona þótt þessi manneskja sem að ég þekki valla skilur ég allavega reikna með að ég hafi eins og segir, ég man ekki alveg hvernig ég var þarna fyrstu mánuðin eða eitthvað kannski varstu bara, hætti þessi maður veit það ekki en ég allavega svona já, við vorum alveg, ég man alveg við tölum það sko, já Maggi, þú veist, við endaðum á að fara til útlanda svona frekar stuttu eftir af því að við vorum bara, gátum ekki meira af þessum svipum og sorginni sem, þú veist, við sko, svona vorum að móttaka frá öðrum, ég veit ekki hvernig ég á að orða öðru sem maður var svona maður gat bara ekki meira en síðan, þú veist, líður náttúrulega tíminn og maður líka venst því þú veist, þetta er líka bara breyting þegar maður er búin að missa eitthvað þá er maður að svara allt í einhverju nýju og þetta er bara, þú veist, allt í einu er maður orðin bara svona. Já, einmitt og kannski það náttúrulega, ég get ímyndum mér að hafa verið einmitt svo mikið áreiti á ykkur, þú veist allir einhvern veginn að tjekka á ykkur hvort það var í lagi með ykkur og allt þetta sko og það er kannski eitthvað sem ég upplifði ekki skilur og bara en alls ekki í rauninni en ég get alveg
Já, þetta var mjög skrítin tími. Já, Það var það. guð minn góður, þú veist, eins og ég sagði við þig áðan, áður en já. við byrjum að taka upp, þú veist, Já. mig langaði að senda ykkur skilaboð, en Já, þú veist, akkurat. ef þú veist, svona, skiljum, fólk örugglega, já, þetta náttúrulega líka bara, ég held að samfélagi bara allt yfir höfuð verður svo slegið yfir svona missi, sko. Já, algjörlega, og maður veit það bara, þú veist, ég man eftir þannig sjálf bara, þú veist, fyrir okkar að bara, mann langar að, þú veist, þegar það er svona, já, bara alltaf þegar eru börn, auðvitað, það er bara, já, mann vill ekki að þetta sé hægt, Nei, þú veist, maður vill ekki að þetta sé, nákvæmlega. þú veist, svona, og Hvernig það var gerist einmitt þetta já, bara? hvernig gerist þetta og man eftir að vinkonu mín bara sagði sko bara svona aftur og aftur í fyrsta skipti sem ég hitt hana eftir þetta og hún kom heim til okkar hún bara hágrét og hún bara þetta má ekki og bara sagði það aftur og aftur, ég man það rosalega vel þú veist, af því ég var bara nei Já. ég veit, Þetta, ég er sammála já, ég bara, já, ég myndi að segja, ég bara get ekki eins og niður rétt svo ímynda með Nei. þér hvað þú ert búin að vera að gangi í gegnum, eða Nei. þið, já, þessi, ef það er eitthvað svona sem þú getur sagt að þú hefur tekið með þér út í lífið þú ert náttúrulega búin að nefna alls konar en eitthvað sem þú tekið með þér út í lífið eftir hana missi eða frá henni Já, ég náttúrulega, það sem er kannski fyrst svona sem ég hugsaði var náttúrulega bara að því hún var svo, þú veist, hún naut lífsins svo, þú veist, einhvern veginn gerði alltaf allt sem hana langaði til, eða svona eins mikið hún gat, skilur, hún svona, þú veist, eins og við tvær vorum ólíkar á því leiti, þú veist, ég svona á okkar uppvaxtar árum eða svona meira kannski svona á okkar svona menntaskóla árum, þú veist, ég miklaði allt svo fyrir mér og var alltaf svolítið svona kvíðin yfir öllu og hún var alltaf bara, halló, bara prófum þetta bara, gerum þetta bara, þú sjáum bara hvernig þetta fer ekkert vera eitthvað svona ákveð eitthvað fyrirfram, alltaf þessi sko og svona stappaði svolítið stálinu í mig og örugglega fleiri vinkonur okkar og svo svona við töluðum alveg það við vinkonuna svona eftir á að við hugsuðum alveg ætlum, svona liggur við eins og hún hafi vitað fyrirfram að hún myndi ekki lifa í, þú veist svona náða að gera margt já og meira þess að myndist ein vinkon okkar á að þegar hún var svona 20 eða eitthvað þá sagði hún vist svona eitthvað ég er ekki viss að ég verði gömul og ekki það, ég er ekkert viss hún hafi heldur eitthvað að lifa eitthvað svona eftir eitthvað möntru að gera allt sko, hún var bara hann í típa þú veist, hún var bara svona, maður var kannski hei, langaði að prófa að koma mér að blaka og hún bara, já, why not, skilu bara, og þú veist, já, og bara svona heyrðu, hvað segirðu, eins og ég bjó í Danmörku árið sem hún, sérst, veikist eða sérst, já, árið sem að og hún kom tvisvar og heimsótti mig og ég bjóði hann í 8 mánuði sko, hún kom tvisvar þú veist, hún kom í fyrraskipti með stráki sinn og það var held ég bara fyrsta utanlandsferðin þeirra saman og svo fór hún með systur sinni og sínum og dætrum hennar líka þá þetta ár til Spánar minni mig og svo kom hún aftur til mín bara í vinkonuferð, þú veist, hún og önnur vinkonu mín og þannig að þú veist, hún var eitthvað svo já, hún var ekkert eitthvað svona mikla fyrir sem hún ætti ekki pening eða eitthvað svona, þú veist, hún bara ótrúlega þraut sig einhvern veginn og það sem ég tók svolítið kannski svona með mér eftir hún lést bara já, ok, þú veist, eins mikil svona klísja eða þannig, þú veist, lífið er núna að, hún var alltaf svolítið í þannig gír, sko, hún var svolítið í þessu lífið er núna gír og einmitt var mikið í krafti og í ljósinu og svona, þannig að hún bara eiginlega öll tækifæri sem hún fékk til að gera eitthvað skemmtilegt, gerði hún sko. Og þannig ég kannski tók það svolítið svona frá henni, ég sagði bara já, þú veist, okkur að vera miklu allt fyrir sér og kannski bara svona, þú veist, ef ég ætla að njóta þess að lifa þessu lífi að, þú veist, bara, og ef það er eitthvað sem ég langar að gera og til dæmis, bara þessu ári fór ég mjög spontant til Thailands, bara einhvern veginn í smá í svona gír að gera, eða smá svona til að einhvern veginn, ég veit ekki, lifa í minningu hennar eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig svona til heiðurs já, svona til heiðurs hennar svolítið, það var svolítið svona þannig ég veist, kannski var ekkert endilega að hugsa það akkur því ég bókaði þetta, en samt, jú ég var eitthvað svona, já, hérna tækifæri til að fara þú veist, ég veit ekkert
hvernig morgundagur minn verður skilur, en ég ætla bara einhvern veginn Já. að lifa þessu lífi Já, og hérna, það er nú líka hægt að segja það þetta bara að við þekkjumst ekki. nei, ég veit, Ég senda þér þetta fyrir 2 dögum. já, ekki svoleiðis. Þú veist, það er líka bara svona, það er ekki allir sem hoppa bara á það Nei, að fara hérna já. í hlaðvarp og tala um, út Nei. af því að þetta er erfitt að Já. fara og tala um sorgina, Mhm. það er ekkert alltaf auðvelt, en þú veist, það er bara, já, Mhm. ég ætla bara að gera það, ég ætla bara Já. hérna, Einmitt, og ég kannski einmitt, það er gott að koma inn á það að, þú veist, að ég hef ekkert mikið í rauninni tala Sunnivu eða sorgina eða neitt, sko, svona, ef maður hugsar út í það, sko, ég tala kannski, jú, ef einhver annar er kannski einmitt að tala sorgina eða eitthvað, þá finnst mér gott að svona tala það með, en maður hefur svo sem ekkert fengið eitthvað mikinn vettfang til að vera að ræða. einmitt. En við vinkonunnar höfum vissulega Já. hist og erum ofta að tala hana og tala minnast einhvers fyndins atvika og svona sem að og bara alls konar og það er alveg að góða við okkar hópa það er ekki bara eina, bara margt gott við hópinn, bara það, en þú veist, við höfum alltaf leyft okkur bara að tala hana og gráta saman og hlæja saman og þá svo fyndist talandi svona að vera svolítið svona pínu hugsanalaus þarna, það var sko bara, við ætlum sko allar bara nánast viku eftir hún lést að fara í tattoo og fá okkur bara tattoo og eitthvað svona og svo hefur það ekkert verið rætt aftur, mér finnst alltaf ekki að finna hugsunna sko, en við höfum alltaf passað svolítið svona að þú veist, við höfum verið að hittast á afmælisdaginn hennar eða reynt það allavega og svona minnst hennar oftast, hún var jarðsett 4 mánuðum seinna eftir hún lést og já, við reynum alltaf einmitt einhvern veginn að minnast hennar á einhvern hátt sko. Og kannski bara fallega stæmið minnast hennar eins og þú varst að segja með því að lifa lífinu svolítið. Já, mér finnst allavega gott að eins og ég hef oft bara, ég tala stundum ennþá við hana eða svona, þú veist, ég hef alveg þú veist, sérstaklega þegar ég er að gangi í gegnum eitthvað sem mér finnst erfitt, þá hef ég oft talað við hana, bara svona, þú veist sagt henni frá einhverju, já. Segir það þó uppátt? Já, ég hef gert það, þú veist, bara í einrúmi, sko. Já, sérstaklega því ég náttúrulega er með mynd af henni heima og stundum hef ég svona hort á myndina og svona, veist, kannski eitthvað, þetta er ekkert eitthvað svona bænastund, sko, þetta er meira bara svona eitthvað, svona, veist ekki hvað ég lenti í dag, eða eitthvað svona. Ég held að þetta sé sko bara mjög gott fyrir mann. Já. Að geta einhvern veginn bara svona. Og ég hef líka svona stundum en ekki oft gert það, en það er líka svolítið skrítin tilfinning, veist, að fara í kirkjugarðinn. Ég finn ekki tenginguna við hana einhvern veginn þar, ég veit ekki hvað ég fari alveg reglulega, en ég einhvern veginn svona, og þá sest ég oft hjá henni og leiðinu og svona spjalla hans við hana, en mér finnst það eiginlega betra því ég er bara einhvern veginn heima eða svona í mínu svona umhverfi og einhvern veginn einhver umhverfi sem að ég tengi við hana. Svo kveiki ég ofta okkur lögum bara eitthvað og er að syngja, þú veist, einhvern veginn ímynda mér einhvern veginn hana í einhvern veginn einhver gömlu mómenti eða eitthvað svona og hugsa til hana. Já. Ég man ekki hvort það hafi verið afmælisdagurinn hennar eða hvað það var sem að þú veist, ég hugsaði að fara með blóm og leiði til hennar og svo hugsaði ég að ég vil helst bara hafa blómin heima og bara svona, þú veist, ég þá sé þau og ég keypti svona, þú veist, svona gulur og svona appelsínugulu mynd, eða svolítið svona hennar litur, það er kannski bara því að hún heitir Sunneva eða eitthvað, en ég veit ekki, ég tengi allavega við þessi 2 lit einhvern veginn við hana og keypti eitthvað svona blóm í þeim lit og æskili, ég svona hef verið að gera eitthvað svoleiðis. Já, þannig að, þú veist, maður finnur alltaf bara sinn takt í þessu held ég, bara algjörlega. Ég held að það sé enginn einn taktur sem er réttastur og sama með, þú veist, hvernig maður bregst við hjá öðrum og og bara, já, maður er bara alls konar og við vinkonunnar fórum örugglega líka allar í gegnum þetta á okkar hátt, sko, og og eins og ég upplifði þetta ég var í rosalega mikil afneitun, bara nánast fram að því að hún var látin, sko. Og ég gleymi ekki þegar ein vinkona mín voru að fara að labba
inn á deildina, eða inn í herbergið hennar að sjá hana eftir hún lést og ég svona, það þurfti svona nánast að ýta mér inn, sko. Já. Og ein vinkona mín segir við mig eitthvað, já, þú ert náttúrulega búin að vera í svona veldig mikill afneitun með þetta og ég svona alveg, vá, já, það er bara alveg hárrétt og þú veist, mann neitar bara einhvern veginn að trúa sér, Já, veist, bara og auðvitað. já, maður finnur bara sinn takt, held ég, Já, sko. bara engin rétt leið, sko. Nei. Það bara getur verið svo gott að heyra alls konar sem að fólk Já. gerir og og einhvern veginn stundum finnst mann að þurfa bara hugmyndir af, þú veist, einmitt bara hvernig get ég minnst þessa einstaklings eða hvað, eða hvað gerir annað fólk að því að, þú veist, Já. er þetta skrítið, þú veist, það er bara Já. svo gott að segja þetta allt upp átt, sko. Já, ég man alveg, ég fekk svona hugsanir, bara hvernig á maður að syrgja? Já, Ég var bara að byrja, hvað á ég að gera? já, af því að mann langar líka að gera eitthvað. Já. Þú veist, ég fekk alveg þannig, ég var svona að gera eitthvað, Já. þú veist, sérstaklega eftir að sko jarðarförum var búin. Já, Var ekki hægt að, Já. þú veist, það var ekkert einhvern veginn að gerast. já, Ég var svo svona eirðalaus með það einhvern veginn. einmitt, Ég þarf að skapa eitthvað eða einhvern veginn gera Akkurat. eitthvað sem að akkurat. og svona eina ástæðum fyrir því að hlaðvarpið er til er að því ég bara einhvern veginn þurfti eitthvað outlet líka. Já, Þú veist, Vá. ég varð að, þú veist, tengja við fólk og heyri öðrum já, og allt þetta, sko. og einmitt, og það er kannski eins og þú talaðir að ég hafi stokkið svolítið á þetta eða það er kannski Já. líka það, þú veist, Já. mér fannst vanta Já, og bara svo, eins og komst inn á áðan, þú veist, að því að fólk kannski, þú veist, að missa vinkonu er einmitt kannski svolítið svona, ég veit það ekki, öðruvísi, nei, þú veist, ég veit það ekki eins og en ég, þú veist, bara svona þetta eins og þú talaðir að hvernig á ég að haga mér, þú veist, hvernig á ég einhvern veginn að láta fólk vita að þetta er ótrúlega erfitt fyrir mig, já. hérna, Þetta þannig er að, svo stór missir. já, og hérna, þannig að mér fannst bara ótrúlega væntum að fá þetta boð í rauninni til að ef ég gæti einhvern veginn komið þessu, þú veist, út í kosmóið og líka bara því mér vantaði sjálf svo mikið að heyra eitthvað sorgina, eða svona, bara, þá er ég bara að meina sorgar, bara, Ferlið. já, og bara heyra, þú veist, já, og ég leitaði mér nú reyndar, eða ég fór, ætlaði að fara eitthvað í sorgarmiðstöðina, en einhvern veginn lét aldrei verða af því og ég held að hluta af því sé af því að mér leið svona eins og ég ætti ekki heima af því þetta var ekki, Já. af því ég var ekki að missa, ekki það að mér hafi ekki liðið, Nei, Nógu en eins og illa, aðrir en- myndu kannski ekki, já, þú veist Já. þessu, já, þetta er mjög undarleg, svona, undarleg togstreita já, ég skil sem ég já. maður lendi kannski Já, í og já. svona, Einmitt. eins og maður þurfa að sanna hversu góða vinkonur við vorum og eitthvað Já, svona og akkurat, hérna, Svo skiljir hversu náin. já, einhvern veginn, og en það sem að mér fannst samt líka á sama tíma mjög fallegt er að það eru margir sem að þekka okkar vinahóp sem vita hvað við erum náinn Já, vinahópur já. og vorum hérna svona þannig að það voru líka mjög margir sem voru bara sýndu okkur mikinn Já. stuðning og skilning og, Mhm. og hérna og líka bara veist eins og fjölskylda mín og maðurinn minn og þau vita bara nákvæmlega hvað þú veist þetta var mikill missir fyrir mig Já. og hérna og mikill missir fyrir mig þetta Já. er bara þú veist eins og ég segi áðan þetta er bara svona skellur á manni Já. svona óvantistu áttum Já. eins og bara núna daginn var ég að flytja Mhm. og ég hugsaði bara hún væri bara komin Já. bara að pakka með mér hérna Já. skilur Akkurat, Þú öll veist, svona moment. já það er og bara- veist, hún væri bara komin hérna vitandi hvað ég er með hausi minn stútfullan af einhverju óreiðu, hún hefði bara mætt og bara Já. hjálpað mér og Já. hérna og líka bara einmitt þetta með hlátuskostinn og allt sem Já. hann finnst stundum bara svo innilega vanta í lífið sko og svona alls Já. konar tengingar sem maður væri til í að ræðum og eitthvað Já, svona segja frá allt Segja sem að fólk frá, gerast og þannig já, það er alveg þannig sko að og það er búið að vera ótrúlega dýrmætt að fá að heyra hvernig manneskja hún var og maður heyrir Já. það vel að þeir voru greinilega þannig vinkonur að það var bara, já, það var einstakt samband já og, þetta var það. Mhm. og hún greinilega manneskja sem að hafði mikil áhrif og algjörlega Já. sko og bara ótrúlega mikil missir og eins og ég sagði hann, þú veist límið í hópnum okkar og svona já, var bara ótrúlega mikilvæg mannskja á okkar lífi, okkar vinkvennina skiljanlega. já, Já. mhm,
Takk fyrir að segja mig frá Sunnefu Já, bara takk og fyrir að takk fyrir bjóða að mér. koma. Já, ég talaði yfir þig. Nei, Anja. bara ekkert Takk það. fyrir að koma. Já, já, bara takk. Takk, takk, takk.